Góðan daginn og velkomin í stefnumót með Hörpu. Hér þessu sinni ég stödd fyrir utan Blöss á Akureyri sem opnaði núna síðastliðinn 21. mars og ætlum við að finna hana Gerði Arinbjarnardóttur. Komið endilega með og við skulum athuga hvort við finnum hann ekki. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að fá mig að koma til mín og hitta mig. Og til hamingju með þessa nýju búð. Hún er ótrúlega fín. Já, ég vandaði mig rosa mikið. Já, það bara... Ég vona að ykkur muni finnast þú fín líka. Algjörlega, það skín í gegn. Þannig nú þetta Blöss-verslun númer 2 á landinu. Já. Hvað kom til með að opna aðra verslun og af hverju Akureyri? Það kannski svona tvíþætt. Þú veist, það bæði náttúrulega bara eftirspurnin. Það engin kynlífstækjaverslun hérna á Norðurlandi eins og og við sáum þá tækifæri að við gætum opna hérna fyrir norðan og fannst það bara mjög spennandi. En svo ég líka frá Akureyri og ólst upp hérna og sonur minn býr hérna á Akureyri og þannig ég og fjölskyldu og vini og svona hér. Þannig að það svona hefur alltaf heillað mér rosa mikið að fara í viðskipti og vera hér fyrir norðan meira og svona. Einmitt. Þannig ég held að þetta hafi verið bara rétti tíminn. Já. Það líka bara svolítið þannig. Svo þegar maður að hugsa þetta og ég er búin að hugsa þetta í mörg ár sko. En svo hefur einhvern veginn ekki svona rétta húsnæði endilega fundist eða einhvern veginn svona rétti glugginn eins og maður segir. Já, sko. akkurat. En svo bara kom hann og allt búslaðist vel saman og hér erum við mætt og búin að opna hérna á Akureyri. En þú segir að nú hafið búið á Akureyri og ólst þér upp. Já. Hvað bjóstu hérna lengi? Ólst hérna upp, ég bjó hérna þar til ég var 6 ára. En síðan var ég náttúrulega hérna meira minna öll sumur og hérna í fríum og annað því að báðar ömmu mínar og afi mínir byggu hérna. Já. Og svo öll systkini eins og mömmu og pappa megin og frændsystkini og þannig það voru hér. Þannig að maður var alltaf einhvern veginn hérna fyrir norðan og ég segi oft sko svona heim fyrir mér svolítið Akureyri. Já. Þannig að það einhvern veginn bara svona ég rata ennþá nema í nýjustu hverfunum. Já. Og ég stundum svolítið hérna bara býttur og við, hvert ég að fara? Já, akkurat. En hérna og svo auðvitað með árunum því miður að þá kannski höfum að vera að koma minna að hérna síðustu árin. En á sama tíma var þetta alltaf fljótt að rifjast upp og það alltaf bestu veitingastaðina. Já, áttu þér uppáhalds veitingastað? Ég veit ekki, maður ekki bara heiðarlegastur að segja Greifan? Það einhvern veginn bara alltaf skildu stoppi að fara í Brynju og Greifan. Já, það pínu klassískt. Já. En annars náttúrulega bara komið ótrúlega svona fjölbreytt flóra og skemmtilegir veitingastæðir á Akureyri. Við erum svolítið búin að vera að vinna með það, ég er búin að vera hérna núna í nokkra daga, búin að vera að vinna með það að styrkja alla veitingastæðina á Akureyri. Það alveg bara búin að labba á milli og prófa allt. Hefur einhvern tímann hugsað að flytja aftur hingað? Eða sem sagt að setjast alveg að? Auðvitað hefur alveg hugmyndi komið upp og sérstaklega þegar strákurinn minn ákveður að flytja norður til Akureyrar, hann býr hérna hjá pappa sinni núna, að því ég hélt sko upprunalega að hann myndi bara fara en koma fljótt tilbaka. Þetta var svona einhver hugmynd, mér langar að prófa að búa hjá pappa. Og ég hugsaði, hann verið komin aftur tilbaka eftir 3 mánuði eða eitthvað. En svo bara svo dásamlegt að búa á Akureyri og ég get alveg tengt við það sem barn að þá þetta náttúrulega svo mikið frelsi og einhvern veginn. Svo ég man eftir ég var komin á sumrin til ömmu og afa og svona ég get bara labbað ein í sundlaugina og það var einhvern veginn ekkert vandamál. Og mikið svona einhvern veginn, ég veit ekki, líf og fjör. Já. Þannig að ég skil hann voða vel að hérna vilja vera hér og þá hafa alveg kviknað svona hugmyndir eitthvað ættum maður kannski að hérna flytja. En svo maður líka bundin fyrir sunnan, verandi með verslun og fyrirtæki þar. Þannig að það kannski svona gefur manni ekki jafn mikla möguleika. Nei, akkurat. En nú ertu komið verslun líka. Já, þannig að núna get ég kannski svolítið fyrir að deila tímanum og maður aldrei að vita hvað maður gerir, því ég ætla aldrei að segja aldrei sko. Við erum að byggja hús í Hveragerði sko. Já. Þannig að við erum allavega leiðin í þanga núna næst, en hvort það verður Akureyri þar næst, það veit ég aldrei að vita. Nei, en hvernig gengur það að byggja hús verandi í þessum rekstri, varst að opna nýja verslun, hvernig gengur að púsla þessu öllu saman? Þetta bara þægilegt sko, eða þú veist þannig, við erum með algjörlega frábært heimi og það það sem kannski skiptir mestu máli eins og hérna á Akureyri að þú veist, við í rauninni fáum fólk til að aðstoða okkur með þetta og bara smiði og rafvirkja og fólk hér á norðan sem að sáum að græja langstæðsta hlutan af versluninni og svo vorum við innréttingasmiðin okkar sem að smíðu búðuna fyrir sunnan, þeir smíðu allar innréttingarnar og komu sér hingað norður og settu þetta upp fyrir okkur. Þannig að þetta búið að vera
að mér finnst sko eiginlega bara frekar þægilegt. Ok. En ég held að það sé kannski þetta, þú veist, að bæði bara reynslan, við höfum gert þetta áður og þetta að við erum eins og frábært heimi, bæði iðnaðarmenn en líka bara starfsfólki okkar. Bólurinn þinn orðinn ljótur og óþægilegur? Kíktu á verslun.kafe.is og fá þér flottan og þægilegan ból. Gerður sem barn. Já. Þú segir, fluttir suður 6 ára. Já. Hvernig varstu? Því að nú ertu mjög þekkt fyrir að vera öðruvísi þegar kemur að fyrirtækjarekstri og svona markasetningu og þess áttar. Já. Varstu svona hugmyndarík og svona öðruvísi, ef segjum á það, sem barn? Sko, nei, ég var frekar rólegt barn að mér skilst. Og svona, eins og mamma segir alltaf, svona þægileg. Hún er 3. barn og hún talar oft að hún hafi svona nánast gleymt því að hún ætti mig þegar ég var svona sjálfur með næg, svona lang yngst af systkinunum. En svo kannski því fyrir að fara í grunnskóla og svona, þá fór að koma upp þessi svona athyglisýki sem að fylgir mér ennþá í dag. Að þurfa svolítið að hafa athyglina og vera svona háværust í salnum, sko. Já. En ég horfi á það bara sem jákvætt, að það hefur bara komið mér rosa langt að vera svona ófeimin og svolítið frökk og bara til að prófa alls konar og ekki láta hlutir stoppa mig. Þannig að ég myndi segja að jú, ég var alveg svona hávær unglingur en ég var rosa þægileg samt, það var ekkert mikið vesen á mér, sko. Nei. En ég var kannski ekki, sko, jú, ég ætla ekki að ljúga þér, það var strax alveg byrjað að blunda í mér í grunnskóla, svona eitthvað, mér langaði til þess að prófa eitthvað fyrirtæki. Ok. En ég hafði kannski á þeim tíma sem ég var svona að byrja að hugsa út í þetta, þá hafði ég kannski eitthvað sérstakar fyrirmyndir á því sviði. Nei. Foreldrar mínu voru bæði að vinna fyrir hið opinbera og pabbi var svona aðeins í fyrirtækjarekstri, meira í svona iðnaðartengdum fyrirtækjarekstri. Þannig að það var kannski ekki eitthvað beint sem ég horfði á og hugsaði, vá, ég ætla að vera svo pabbi að reka pípulagninga fyrirtæki eða eitthvað. En svo kannski aðeins þegar maður fullorðnast og þá fer maður svona að sjá fólk í kringu sig sem er að reka fyrirtæki og maður svona fyrir að horfa upp til þeirra og hugsa bara, vá, þetta er eitthvað sem ég langar kannski svolítið að gera. Systir hans pabba, hún var að reka fataverslun og það var svona svolítið fyrir mér bara svona, vá, þetta er hægt. Já. Þú veist, bara svona, að ég veit ekki alveg hvort að aðri tengi við þetta, en þessi svona hugsun, það er kannski búið að breyta svolítið kúltúrin kringum þetta í dag, en að mér fannst þetta alltaf að vera þannig að fyrirtækjarekstur var svolítið svona eitthvað ósnertanlegt. Já. Svona ég er ekkert að fara út í eitthvað fyrirtækjarekstur, og mér fannst alltaf þess að þetta væri bara einhverju stórlaxar og eitthvað svona fólk sem að erfir fyrirtæki og eitthvað svona. Ég skilji þannig að hugmyndin kannski kviknaði mjög snemma en varð ekki að veruleika fyrir en ég ætla ekki að segja, ég var 21 stegur í stofnblöðs þannig að það leiði ekki langur tími. En mér langaði alltaf að vinna fyrir sjálfa mig, reka mitt eigið fyrirtæki og svona, fá að vera skapandi og svona. En hvernig var þá Blöss til? Hvenær poppaði upp hugmyndin og af hverju allt í einu kynlífstæki? Já, það er nefnilega, þú veist, það eru margir sem halda að ég hef farið út í þetta að ég hafði svona gríðarlegan áhuga á kynlífstækjum. Já. En í rauninu, sko, þegar ég byrjaði, þá er þekkingin á kynlífstækjum engin, sko. En svona detta einhvern veginn inn á þetta, þú veist, að það var bara svolítið skortur á meira úrvali á Íslandi af þessum svona high-end vörum eða svona fáuðu fallegu kynlífstækjum. Og svo einhvern veginn þegar maður fer að googla og skoða og lesa og svona, þá kemur í ljós að ég las einhverja grein sem var gefin út þar sem var að tala svona langtíma spá á markaðinum, kynlífstækjamarkaðinum, og hvernig hann mun þróast næstu 10 árin. Og það var bara bilaður vöxtur, þetta var bara eins og bestu hlutabréfin á markaðinum. Já. Og ég hugsaði bara, af hverju ekki að prófa? Þú veist, af hverju ekki? Og ég fór að skoða og fann Byrgja og þetta einhvern veginn svona, ég hef oft sagt, sko, þetta datt svolítið upp í hendurnar á mér. Já. Þannig að ég var á þessum tímapunkti að leita af hugmynd, þú veist, mér langaði að stofna fyrirtæki, ég vissi ekki hvað ég vildi gera. Og ég er svona, bara eitt svona besta ráð sem að ég get gefið fólki sem langar að stofna fyrirtæki, ég er bara svona, fyndi eitthvað vandamál í þínu daglega lífi sem þú væri til í að vinna við að leysa. Já. Og þarna fann ég smá svona eitthvað, ég ætla ekki að segja endilega vandamál, en ég fann þarna bara, mér langaði að kaupa mig kynlífstæki og það var ekkert í boði sem ég hafði áhuga á. Já. Og bara einhvern veginn umgjörðin eða svona þessi kúltúr á Íslandi sem að var á þeim tíma var einhvern veginn ekki heillandi fyrir bara konur almennt. Þannig ég hugsaði bara, vá, þetta er vandamál sem ég væri til í að leysa. Akkurat. Og þannig í rauninni kveiknar hugmyndinu bak við Blöss og þróast síðan áfram í að verða eins og Blöss í dag. Já, einmitt, þannig að þetta var bara, þú sást gat í markaðnum og þú tókst það og fylltir upp í það og
bókstaflega. Það hefur bara skilað þér öllu sem þú hefur svo afrekað í dag. Já, algjörlega, með bara mikillir þrautsegju og hugmyndavinnu og þolinmæði. Það líka svona annað, þetta gerist ekki á einni nóttu og það svona, þú veist, eins og núna við erum að fara að fagna 13 ára afmæli. Vá. Það eru 13 ár sem við byrjum og það eru bara nokkur ár síðan þetta fór að ganga. Þannig að þú veist, það svolítið líka annað sem að fólk áttar sig ekki á, því fólk hugsa oft svona, að því fólk bara man eftir manni þegar þetta fór að ganga, því þá fór fólk að taka eftir manni. Já. En það voru þarna fullt af árum á undan sem var bara ekkert í gangi. 13 ár síðan, varstu á, nú er það reiknað sko hvernig samfélagsmiðlarnir byrjuðu, sko varstu á samfélagsmiðlum að sýna ferlið frá upphafi eða? Nei, í rauninni, ég byrja ekki á samfélagsmiðlum eins og ég byrja á Snapchat. Já. Ég byrjaði þar svona cirka 3 árum eftir að ég opnaði, fyrir 10 árum síðan. Já. Þannig að, og bara með þeim fyrstu til þess að opna svona Snapchat. Akkurat, já, 2014, já, einmitt. Já, það er mjög langt síðan. Já. Þannig að alltaf þessi, já, svona 10-11 ár síðan eitthvað, en fyrstu árin var ég ekki á neinu samfélagsmiðlum nema ég var bara með eitthvað svona Facebook like síðu. Já, þetta, já. Var ekki þetta deila neina það alveg. Akkurat. En svo kemur þetta og þá fer fólk að taka eftir manni og þá fer þetta svona loksins einhvern veginn að ganga. Já. En svo liði alveg nokkur ár til að þetta fór svo að skila kannski einhverjum fjármagni. Já, algjörlega, akkurat. En svo hvenær hannar svo Þegar við talum Blöss, þú talar það sem vörumerki, en síðan þú líka með vörulínu, það ekki, sem þú hannaðir sjálf? Jú. Og hvenær kom það að markaðinn? Sko Reset vörulína sem við hönnum sjálf, sem kom að marka fyrir 3 árum síðan. Ok. Og eru í dag 6 tæki, held ég alveg örugglega. Ég man aldrei, 6 vörur sem við hönnum. Þannig að það búið verið í gangi núna í 3 ár og lang bara stærsta vörumerki í Blöss. Ok. Og auðvitað það kannski hefur það fengið mesta rými fyrir kynningu og svona auglýsingar og fleira sko, en bara gæðin í vörunum alveg ofboðslega góð og í rauninni það sem við gerum eða sem ég geri að ég bara tek allt sem ég veit að vinsalast í kynlífstækjum og það sem hefur svona einhvern veginn verið vinsalast og bý til eitt tæki úr því og í mismunandi lögun. Já. Akkurat. Og með mismunandi kannski tilgangi og okkur tókst bara ótrúlega vel til. Þeir eru bara svona ótrúlega plain tæki sem gera allt sem gera þar. Akkurat. Og ertu að selja þetta bara í Blöss eða þetta farið á einhvern heimsmarkað? Eins og þá erum við bara að selja þetta í Blöss, en það er mikill áhugi frá sérstaklega Evrópu að fá þetta út þangað og við erum kannski bara svolítið að meta hvað við ætlum að gera. Já. Það er ekkert endilega, það hljómar rosa spennandi ef einhver segir bara við erum til í að taka þetta vörumerki inn og kaupa þetta vörumerki og svona. En það fylgir því rosa mikill undirbúningur og vinna og kostnaður og fleira. Algjörlega. Þannig að við erum svona kannski bara svolítið núna að njóta þess að þetta sé bara á Íslandi. Já, akkurat. En svo kannski skoðum við að setja meira, fara með þetta eitthvað lengra. Við erum allavega með fólk á standby. En svona kannski áður en að við ljúkum þessu, ertu með þitt uppáhaldstæki eða kannski vinsælstæki í Blöss? Já, sko, uppáhaldstæki mitt Desire frá Reset. Það er svona G-blitz titrari sem er bara óbúslega hentur hvort sem það í sjálfsfróni eða kynlífi með maka. Hann svona djúpum og góðum titring og hann einhvern veginn bara svona hefur allt sem hann þarf að hafa og lögunin þannig að hún einhvern veginn svona, hann ekki fyrir. Nei, já. En svo líka alltaf womanizer. Það svona með vinsælustu vörunum eða svona, hvað ég segja, þetta er svona draumavara allra. Það er svolítið þannig að eignast womanizer. Þetta er svona pínu svona fjárfesting, þetta kostar, tæki á eitthvað 30.000. Já, en alveg peningana verið. Já, einmitt. Þannig að og það var að koma nýr womanizer núna sem heitir Womanizer Next og hann bara einhvern veginn, hann er svona pínu, hvað maður segja, hann er að breyta leiknum sko. Já. Hann er alveg ofboðslega flottur og hljóðlátur og við erum alveg ofboðslega við bjarta von gagnvart honum. Já. Geggjað, þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða betur. Þú að tjekka á þessu. Já, alveg klárlega. En þá ætlum ég bara að þakka þér kærlega fyrir að taka á móti okkur og ef fólk vil fylgjast áfram með þá það hægt á Instagram. Jú, heldur betur. Það er bara blöss.is á Instagram og svo ég Gerður Arna Bjarnar. Akkurat. Ég er kannski ekki svakalega duglega að deila en Blöss alltaf með á nótunum og ég sagt ykkur frá öllu. Akkurat. Og svo bara endilega kíkja í búðina til okkar. Það er opið alla daga 12-6 nema við erum með loka á sunnudum. Ok, já. Við erum hér á Glerártorgi. Á Glerártorgi, geðveikt. Þá bara þakka ég kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Við
Við þökkum henni Gerði kærlega fyrir að hitta okkur og spjalla aðeins við okkur og við þökkum ykkur að sjálfsögðu fyrir að horfa. Ég minni á að gera áskrifendur hér á YouTube-brásin okkar með því að subscriba hér fyrir neðan og sjálfsögðu fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Kaffið.is á Instagram og Kaffið TV á TikTok.